Ég bara, þú veist, ég treysti, þú veist, stjórnmálafólki bara ekkert upp til hópa, sko. Nei. Þetta kemur fram í einhverjum auglýsingum og lofar öllu og svo aldrei neitt gert og maður einhvern veginn fann að átta sig á því meira og meira með aldrinum bara að þetta alltaf svona. Fyrir einhverja einustu kostinga. Svo alltaf skrifað undir eitthvað bara að loka metrónum og svo bara bjóða sig fram í næsta og við ætlum að gera þetta og þetta og þú veist, þessar auglýsingar sem í sjónvarpinu og þetta bull, sko. Guð minn almáttugur, sko. Kjósið með bestu brauðtertunni. Já, alveg rétt. Það mitt motto. Já, góðan daginn, kæru pingjulíðar, pingjúhálsar, það sem að þið viljið láta kalla ykkur. Það Arnar Þór og Yngvi Þór sem heils ykkur á þessum fallega þriðjudegi. Hann fallegur í dag. Já, það sól í Kópavogi. Það sól í Seðlabanka Kópavogs og hér erum við mættir til að fara yfir seinni hluta fjármál sveitafélagana. Já. Styttist í kosningar einmitt og við viljum halda fólki upplýstu eða svo fjármál sveitafélagana. Við ætlum nú að reyna að halda þessu samt svona aðeins kannski meiri samanburði. Já, við ætlum að breyta formatinu. Það verður ekki mónolog hvert og eitt félag. Nei, sveitafélag. Já. Heldur erum við bara búin að taka saman bara allar tölulegar upplýsingar þessi, 5-6 hérna? Já, í rauninni svona það sem að kannski skiptir mestu máli. Og svo erum við bara snifið það. Já, og sem fyrir sko, eins og við ræddum í fyrri partinum af þessu, að þá erum við erum samstæðumenn. Við viljum helst skoða A og B hlutan saman, því að þetta eru náttúrulega bara tvær víddir. Þú veist, það endalaust þetta að benda á hitt og þetta að þetta sé svona í A-hlutanum en svona í A og B. Við viljum eiginlega sko, bara reyna að halda okkur við A og B-hlutan. Ég held ég gáðari við þessa yfirferð en mér líður bara eins og þessi heimskari eftir að hafa byrjað á þessu. Ég hef ekki lært neitt. Þetta er bara þetta sama rugl og maður heyrir í fjölmiðlum alla daga. Já, ég hef nú lært alveg. Ég læri ekki neitt. Ég ætla ekki að segja helling. Ég hef ekki lært neitt. Ég hef nú lært eitthvað þetta og þetta eru náttúrulega sko, eins og við ræddum svona í lok síðasta þáttara. Þetta er öðruvísi tegund af ársyningum eða different breed. Svo leiðum okkur að skvetta. Já, skvetta aðeins. Já, og eins og ég segi, við ætlum samt þó að reyna að halda þessu bara á léttunótunum, skemmtilegu. Þú ert með nú einhverja yfirferð, þú ert með einhvern matseðil bara á kjördag hjá... Ég ætla að reyna að nefna ekki eina tölu í sem þætti. Því að þetta er allt sama skuldasúpan, hvert sem er litið. Ég ætla að reyna að vera aðeins í tölunum og þú ert með svona skemmtilega staðreyndir vonandi. Já, ég reyndi að taka saman verstu kosningalóðurinn sem ég hef séð hingað til. Nenni samt ekki að ranta það. Nei. Steikt félag. Við erum óháðir. Já, við erum algjörlega óháðir. Hér eru bara staðreyndir skoðaðar. Hef svo útrúlega lítinn áhuga á pólitík svo að því sé komið. Steikt félag, ég reyndi gegnum eignarhlutan hann að B hjá flestum og reyndi að koma auga eitthvað skemmtilegt. Svo er ég með brauðtertutesti. Ég verð með fréttir fyrir þá sem að kjósa á kjördag og ég er búinn að hringja út alla borg að komast að hvar við erum búið upp á brauðtertur á laugardaginn, þannig að ég verð með fréttir af því. Komum nánarinn á það hérna á eftir. Já. En það er kannski flott að minnast á það bara til að byrja með vinslu þáttana, þá hafði samband við okkur hann Brynjólfur Gauti sem heldur úti alveg brilljant veflaust sem hættir að bera saman helstu stærðir úr ársreiningu sveitafélagana bara allt aftur til ársins 2002 og hann má finna á Twitter undir nafnu B. Gauti Jónsson og svo mun ég einnig setja linkin af veflausinni undir summary á þættinum. Þannig að ég hvet fólk til að kíkja á þetta er mjög flott svona samanburðarform með öllum helstu líkistærðum. Mjög þægilegt fyrir latan tölfræðing eins og mig að geta bara pikkað. Núna vil ég sjá skuldirnar hjá þessum og maður bara pikka, maður þarf ekki að gera neitt. Nei, verst að maður var búinn að fylla meiri hlutan af þessu út sko ekki, ég treysti bara að binna I trust. En herru, þá en ég, eins og ég sagði á það með A og B hlutan, við ætlum svona að reyna að halda okkur við það, en ég ætla að reyna að taka svona smá örstutta yfirferð yfir þennan A hluta. Og við skulum hafa hann í boði Payday í dag. Já. Mikli vinnur okkar þar. Já, það er náttúrulega bara eina lausnin í þessu rafræna reikningageimi. Ekki desktop-based neitt.
Nei, það er web-based, þannig að þetta er allt bara í vafranum og fyrir fólk sem ekki að senda reikninga svona af og til, svona grallarar eins og við, þá má benda á að þeir eru líka mjög þægilega svona áskriftarlausn. Subs eru náttúrulega up and coming í íslensku hagkerfi og það er einstaklega þægilegt. Ég hef notað þetta áður að senda áskriftarreikninga í gegnum Payday. Þá nær að testa þetta. Fyrsta hvers mánaðar, vísitöltengt, nei takk, vísitöltengt, já takk, Payday, já takk. Og fyrir þá sem er að byrja að nota Payday, hérna er 1 víti til varnaðar, tengi strax við bankan og sendi rafræna kröfu í bankan. Innheimtu hlutfallið er töluvert hærra ef þú sendir þetta beint í bankan. Beint í bankan? Beint í bankan, en þetta er gert með Payday, miklu meistarar. Kunni þeim bestu þakki fyrir? Yes. En já, svo ég segi hérna renna aðeins yfir A-hlutan. Og A-hlutin, það er þessi pjúra bara bæjarekstur. Það er bara útsvarið og þetta er bara þessi pjúra bæjarekstur. Í B-hlutanum þá koma inn einhverjar eignir, fyrirtæki og annað. Það er í rauninni hvað við launþegarnir þrælum 8 tíma á dag og hvað sveitafélagið tekur af því. B er hvað sveitafélaginu hefur tekist að koma sér í braski. Já, svona corporate einhverju. Nákvæmlega. Og ég vil fasteignum og lóðum og öðru sko. Já, ég meina ég kem inn á það hérna eftir að Kópavogsbær á í músík og sögu EHF. Sér það sko. Það var ákveðið þarna upp á 2000 að það væri góð fjárfesting fyrir fjármunni sveitafélagsins. Og við munum komast að því og eftir hvort að það hafi skilað einhver í kassan. En herði, já, sko, það hefur náttúrulega mikið verið vitnað í þennan A-hluta í aðdraganda kosningar og þá sérstaklega einhvern veginn þegar Reykjavík á í hlut. Og þú veist, eins og ég nefndi líka í síðasta þætti, þá er reynslan mín af þessu bara svo að fólk styðst við gögn úr A eða A og B saman eftir í hvað bara hentar best hverju sinni, sko. En já, við munum taka A og B mestmegnis, en nú ætla ég aðeins að gefa hérna A smá gaum. Og þetta eru í rauninni 5 sveitafélög. Þetta er Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær og Seltjarnarnes sem ég ætla svona að bera saman. Þetta eru það sem að túristandi kalla the Metropolitan Area. Reykjavík Metropolitan, the suburbs. Já, ég veit ekki, já, einmitt. En svo, já, er Reykjavík svona aðeins sér á báti, kem inn á það kannski eitthvað, en við munum gefa því aðeins ítalegri yfirferð hérna á eftir. En sko, í þessum samanburði þá er Garðabær sennilega að koma langsamlega best út þó svo að öll sveitafélögin séu vissulega í hallarekstri í A-hlutanum. Öll? Já, sko, þú veist, ég er með bara hafsjó á gögnum hérna, skilu, og jú, vissulega, ég er mannlegur, ég get gett mistök, en hér eru öll sveitafélög, samkvæmt mínum upplýsingum, að skila hallarekstri í þessum A-hluta. Garðabær stendur þó best. Þau eru hérna með hæsta hlutfallslega veltufé frá rekstri sem er þessi heilagi kalleikur sem við útskýrðum í síðasta þætti og þar er veltufé frá rekstri 12,9% af tekjum sem er bara nokkuð gott hlutfall svona miðað við allavega hinn sveitafélögin. Þar næst kemur Mosfellsbær með 6,9% úr A-hlutanum í hérna veltufé frá rekstri, hlutfall af tekjum. Þannig að Garðabær er að gera nokkuð vel þarna. Þannig að eftir að segja mér að meðan að Dagur spilar á fiðlu þá brennur allt í kringum. Öll sveitafélög í kringum. Já, ef svo samlíking henda fyrir því þá gengur það. En svo er þetta líka var það ekki Ásgeir seðlabankastjóri sem var að spila fiðluna þegar húsnæðismarkaðurinn brennur? Það var bara búið að hrósa þið þannig. Ég var að spá hvort við ættum ekki bara að halda áfram með þá línu allt. En Reykjavík er einmitt sko með 0,3% hlutfall veltufé frá rekstri úr A-hluta. Já, hlutfall af tekjum semst, já. Sem er frekar lágt. En sko með Garðabær, þessi niðurstaða, hún er nú kannski ekki beint í takt við launagreiðslur bæjarfulltrúa, en Garðabær greiðir einmitt lægstu laun og launatund gjöld til bæjarfulltrúa af þessum sveitafélögum sem við erum að taka fyrir í dag. Eða 7,8 milljónir króna á ári á haus. En þó er bæjarstjórinn, Gunnar Einarsson, hann er næst launagasti bæjarstjóri landsins samkvæmt grein Viðskiptablaðsins sem kom út einhvern tímann í lok árs í fyrra, með 2,8 milljónir á mánuði, sko. En það er ljóst að Garðabær er að greiða þarna lægst. Erum við að gera mistök? Af hverju erum við ekki í frambúði? Já, svo er það. Ef þetta er lægst, skilur, ég meina
Það er betla auglýsingar í eitthvað podcast þegar við getum verið að selja sál okkar hérna og komast á 2,8. Það er ágætt, það er fínt upp úr þess að hafa. Á mánuði er þetta tæpur 650 skall og... Er hann launahæstur, það það? Nei, launalægst, þetta er greiða lægstlaun. Já, en hann með 2,8. Já, en hann er með, næst hæst af öllum. Það er bæjarstjórinn Ísafirði með hærra. Hæ? Já, rétt rúmar 3 ár. Hann hlýtur að vera með eitthvað afkomu í frystum þorski þá eða... Já, er það ekki... Ég veit það ekki, sko. Ég kynnti mér það ekki nánar. Hann er með hærri laun heldur en Dagur? Já, Dagur var ekki nema í 10. sæti með 2,1, sko. Ekki nema. En svo er Kópavogur með þeim þessi hæstu meðalaun bæjarfulltrúa og bæjarstjóra samtals. Já. Og það eru 11,5 milljón á ári, 950.000 á mánuði. Þannig að þú sér það... sko þeir sjá sér gott til glóðurinnar þarna í Kópavogi sko. Já, akkurat að fara í frambúð, það getur orðið nokkuð arbært. Nú, já, svo er það hérna hvað var að skuldahlutfallið í alhlutanum. Skuldahlutfall af tekjum. Þá eru Garðabær og Kópavogur svona svipuðum stað í svona næst bestu stöðinni. En það sem kom mér svona skemmtilega óvart er að það stendur Reykjavík hvað best með rétt rúmlega 100% skuldahlutfall á meðan að Garðabær og Kópavogur eru hérna í kringum 114%. Og eins og kannski hefur verið margum rómað þá er talað að Reykjavík sé þarna í þessu hæsta skuldahlutfalli yfir 200%. Það er vissulega A og B hlutin. En í þessum A hluta þá er Reykjavík í rauninni að koma bara best út. Er eitt hérna sem að má benda á, við erum ekkert að þylja upp þessar stóru tölur. Reykjavík sko, A-hlutin veltir 142 milljörðum sem er meira heldur en öll hinn 60 samans. Já. Reykjavík er langsamlega stærst. Það er náttúrulega, hvað eru, 130.000 íbúar í Reykjavík? Já. Þannig að, ég veit ekki hvað er samanlagt, 106 hjá hinum fyrir A-hlutan sko, þannig að sér það sko, þannig að það svona í hlutfalli stemmir það. Sorry, bara svona til samanburðar. Já, ekkert stress. Þetta fólk átti sig ekki á því hvað Reykjavík er langsamlega stærst. Nei, einmitt, nákvæmlega. En þau eru, einmitt, með þetta lægsta skuldahlutfall miðað við tekjur. Þetta skuldaviðmið eins og talað um. Það væri ágætt ef Árni Oddur og úr Marel færi inn í Reykjavík og þeir færi bara svona acquisitions. Þau myndu bara gleypa þetta. Af hverju er Seltjarnan þessi Reykjavík sér? Já, svo... Er ég að snerta á hérna? Já, nú er ég komin á hálan í. Nú er eitt í þessu, nú er ég náttúrulega nesbúi og ég reyndar, ef talað þessar skuldir, þá hérna, þessi skuldahlutföll, þá talandu Seltjarnan sko, og ég hef ágjur að því hvað skuldirnar þar eru hratt vaxandi í þessum alhluta. Voru með langsamlega lægsta skuldahlutfall af tekjum hérna, bara 2016 og ég rauninni bara frá árunum hérna 2011 til 2018 í rauninni. Okay. Og svo eru þau bara búin að skyrocketa og eru komin hérna bara við hlið Mosfellsbæjar í næst efsta, í rauninni næst neðsta sætið. Mosfellsbæjar og Seltjarnarnesbær eru hérna á mjög svipuðum stað. Á meðan að Hafnarfjarðarbær er skuldsettastur. Og hann, sko, ég myndi eiginlega segja að Hafnarfjörður sé að koma verst út úr þessum samanburði í alhlutanum. Okay. Og þar er veltufjár frá rekstri neikvætt en þó ekki nema mínus 0,05% af tekjum. En þau eru með þetta einmitt, hæsta skuldahlutfall af tekjum, 148% sem er talsvert hátt hlutfall í þessum alhluta en þau eru þó að lækka á milli ára hérna 2020 og 2021 en ég vil benda á það að þetta er í fyrsta sinn sem þau fara undir þetta lögboðna skuldaviðmið sem eru 150% og það frá árinu 2006 sem þau hafa verið yfir þessum 150% frá 2006 en þrátt fyrir þennan skuldabata þá eru þau með neikvæða afkomu mínus 4,74% af tekjum sem er þó ekki það versta af þeim sveitafélögum sem við erum að skoða í dag. Þar er Seltjarnarnes að reka lestina með afkomu hlutfalli neikvætt upp á 12% úr aðhlutanum sko. Og ég sem lesbúi þá finnst mér þetta ljótt að sjá. Hvað er búið að vera að setja í þarna? Hvað segirðu? Hvað er þessi fjármunur að fara í? Var verið að byggja nýja sundlaug? Seltjarnarnesi? Ég bara, þú veist, skulum kannski bara kíkja nánar út í það eftir. Varst þú ekki svo sem með eignastöðuna eitthvað á þessu? Já, þau engan skemmtilega rekstur, sko. Nei, það er nefnilega, það er frekar hérna,
lítið bil á milli B og A hlutans í efnahagsreikningnum á Seltjarnarnesinu sko. Ég tók eftir því og þetta eru sko, það má í rauninni áætla að B hluti eignana sé ekki nema 8% af eða skilurðu, A og B Já, þannig að þau eiga ekki einhverjar feitar eignir að grípa í sko ekki í B-hlutanum sko. Eignir A-hlutans eru 92% af eignasafninu 8% B-hlutin sko. Fer ekki bara fyrir þeim eins og Twitter Dagur kemur bara með acquisition Svo það kannski ég þurfa að bjóða mig fram hana, ég veit það ekki en skulum leifa tímanum að leiða það í ljós Hvað voru laun bæjarstjóra á Nesinu? Bæjarstjóra já það er hún Ása maður sjá þú getur prófað að googla það ég get sagt þér að meðalaun bæjarfulltrúa og bæjarstjóra saman eru 7,9 milljónir á ári eða 655.000 á mánuði þannig að það er svo sem það er ekki slæmt það er allt í lagi en það er samt næst lægst af þessum félögum sveitafélögum sem við erum að fara yfir í dag en já, þetta er svona eins og ég segir, Seltjarnarnes sko, í rauninni finnst mér Hafnarfjarðarbær svona standa verst með að við þetta neikvæða veltufé frá rekstri þau eru einu sem er að skila neikvæðu veltufé frá rekstri úr A-hlutunum þó að vissulega á B-hlutin þar eru allir að skila jákvæðu hlutfalli en þetta er svona einmitt líka með þetta skuldahlutfall Hafnarfjarðarbæjar það er vesen, reyndar er Hafnarfjörður með eitthvað skásta veltufjárhlutfalli eða bara besta af þessum 5 sveitafélögum þó er Reykjavík samt með besta veltufjárhlutfalli þeir fara yfir ásinn í 1,44 eða 1,44 sem er stórgott og Hafnarfjörður er þar á eftir með 0,89 en svo eru þetta frekar svona slög veltufjárhlutfall hjá sveitafélögunum það verður bara viðurkennast Kópavogur 0,57 Garðabær 0,58 Kópavogur ég hef búin að fara í það Mosfellsbær 0,75 þetta er allt undir ásnum sko Er ekki bara lýgilegt að menn sé ekki Seltjarnarnes 0,66 ég myndi samt eiginlega svona mitt mat í þessari stuttu yfirferð minni er þá að Garðabær standi hér best og Hafnarfjörður í raun verst sko, svona miðað við þennan ársýning 2021. Hvaða lærdóm getum við tekið að því? Er það ekki bara ef maður er núna fyrstu kaupandi á eign að vera sko Urriðarholtið og eitthvað í Garðabæði fyrir ekkar en Já, ég vil nú samt taka það fram að sko þau eru búin að vera í stórfelldum skuldalækkunum Hafnarfjarðarbæri sko. Þannig að það eru bjartari tímar framundan. Og ef við skoðum sko, ef ég fer bara inn á þessa veflaust sem ég sagði frá í upphafi þá má sjá að sko, hvað er þetta, 2009 þá er Hafnarfjarðarbær í 250% skuldahlutfalli með við tekjur sko. Já, og þannig að þau eru að skera niður. Já, þú veist, það lítur út fyrir það. Þau eru komin niður í 148 núna, 2021. En á mótið, þú veist, þá er til dæmis Seltjarnarnes búið að vaksa mjög ört á þessu já, svona frá 2016 upp í 2021 og það er áhyggjuefni að mínum mati. Það er kannski eitt til að koma inn á að varðandi útsvarið Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosó og Reykjavík er alveg upp í topp eða ekki? 14,48 Já, Reykjavík er 14,52 er samt þetta lögbundna hámark sko. Já, ok, þannig að þau eru rétt undir og Garðabær og Seltjarnarnes 13,7 Já. Það munar nú svolítið það. Já, einmitt, Seltjarnarnes og það var einmitt, það var eitthvað samþykkt að hækka á Nesinu sko. En 2021 er þetta 13,7 þannig að hér er greinlega verið að bregðast við þessari auknu skuldastöðu á Seltjarnarnesi. Ég veit nú ekki hvort það sé búið að innleiða það núna sko, 2022 en mér skilst það hafi verið í kortunum. Þannig að, og ég held að Seltjarnarnes megi alveg við því að fá hærra útsvar. Útsvarið hjá Seltjarnarnesbæ er reyndar sko útsvar af tekjum eru 70,78% á Seltjarnarnesi sko. Þannig að þú sér það er ekki þú veist eins og fasteignagjöldin eru lægst í prósentum með að við tekjur á Seltjarnarnesi.
eða 5,32%. Þau Seltjarnarnes að treysta gríðarlega mikið á útsvarið, því að það tæplega 71% af bara veltu veltu bara, þetta rauninni alhlutan sko. Ég sé líka að þau eru með næst hæsta útsvar per íbúa. 705.000 krónur þarna per íbúa. Við komum nánar inn á það eftir. En það áhugavert að sjá með Seltjarnarnes að sko tekjurnar ekki að hækka mikið á milli alhluta og A og B. Og svona, ég reynda tók nú ekki prósentuna þarna á milli, en þetta eru það nokkuð ljóst að B-hlutin ekki að skila miklu, þetta einhver 6-7% þarna á milli sko. Og eins og ég tók líka fram áðan með eignirnar sko, að þetta ekki nema 8% af B-hlutin ekki nema 8% af heildareignum sko, sem langminnst í rauninni. Mosfellsbær með 11,5%, en svo Kópavogur og Hafnarfjörður með í kringu 30%. Þannig að B-hlutin þar að skila talsvert svona. Það væri kannski sniðugt að þau fara að setja allt auka fé bara í markaðinn, kaupi Skeljung eða Arion eða einhverjum. Kannski ekki eins og markaðinn lítur út núna. Einhverja öruga fjárfestingu eins og Skeljungur. Kannski kaupa option á eitthvað. Sagt í djóki, ég veit ekki hversu örug fjárfesting það er. En já, þetta allavega svona, mér finnst áhugavert að skoða þetta, útsvar af tekjum, það 71% á Seltjarnarnesi og það Hafnarfjörður treysti hvað minnst á það 61%. Þar á milli eru Garðabær, Kópavogur og Mosfellsbær einhvers staðar á. Já, nú þetta alveg ótrúlega mikið að tölum og stóra tölur, þannig að það þarf sennilegast einhverja sérfræði þekkingu til þess að vera nokkuð sjóari í þessum efnum. Ég sé að þú ert hérna með nýjan lið, frávik frá áætlun. Já, frávik frá áætlun. Mér fannst gaman að skoða það át af því að sveitarfélögin gera alltaf áætlun með einhverju svona viðaukum yfir árið sko. En þar er Garðabær í rauninni að skora hæst af þessum 5 sveitarfélögum. Þá í A-hlutanum 8,11%, en svo Reykjavík 5,71. Já, 5,71. Ég segir þetta 9,1. Nei, fyrirgeðu, það er Seltjarnarnes. Það er í rauninni með hæstu frávik frá áætlun. En þú átt að tekjurnar eru 9% hærri heldur en gert var ráð fyrir? Já, í rauninni. Það er pælingi með þessu. Þannig að, eitthvað hafa þau verið að gera rétt, en enga síður þá eru þau að þér virðist að treysta rosalega mikið á þetta útsvar, og þá held ég að sé í rauninni bara eðlileg pæling að hækka það eins sko. Á meðan að það engar aðrar svona stóðir sem að kannski hægt að treysta á. Fasteignaskatturinn langsamlega minnstur af þessum sveitarfélögum í prósentum, 5,1%. Svo framlög jöfnunarsjóðs bara lítið sem ekkert, þetta einhver 351 miljón. Þannig að þetta var svona létt yfirferð yfir A-hlutan. Ert þú með einhverjar pælingar í þessu? Með þetta? Nei, ekki beint. Þetta er bara í játnum, má ekki segja það. Það er náttúrulega eins og þú kemur inn á að þá eins og framkemur afkoma neikvæð hjá öllum. Þó að veltu fyrir frá rekstri sér jákvætt, það er náttúrulega bara einhver afskriftaleikur. Já, þetta er náttúrulega sveitarfélögin eru náttúrulega ofta að fara síga niður fyrir nullið í þessari afkomi í A-hlutanum, bara á afskriftum. Þær geta verið þungar sko. Og ég get bara ekki sett mig í þessa stóla til að geta sagt hversu lélegt þetta er, en auðvitað held ég að maður myndi vilja vera í bæjarfélagi þar sem að reksturinn er bara réttu með yfir nullið. Já, ég segi það. Eins og þeir eru út að fjárfesta í fyrirtæki, en svo landast nú allt annað inn í það, þannig að það er margt í þessu sko. Já, kannski að ég skelli mér þá bara yfir aðeins í A- og B-hlutan í svona smá samantekt, og ég ætla að hafa samantektin í búið Keldunar í dag. Já. Samantekt A- og B-hlutans, og Keldan náttúrulega sem fyrr hefur komið fram okkar grunninnviður. Já. Og það náum við alla okkar reikninga. Frábært að fá þetta á Excel-form, það verður bara viðurkennast, það jók lífsgæði mín svona 50%. Já, bara fyrir fólk sem að spá í markanum, ekki vera handpikka. Nei, ekki bara kitta. Þetta áskrift af okkar klinkamánuði og sparaði þér þann 1000 kalla margfalt. Ég verð ekki að gera einhver mistök að handpikka reikninga. Þetta er allt bara í Excel frá þeim, beint frá kitta. Hann er að pikka þetta. Nei, við segjum þannig ekki. Nei, en við kunnum Keldunni okkar bestu þakkir fyrir gott samstarf. Og tímasparnað. Og mikinn tímasparnað. Herriði, A og B, samantekt. Sko,
það kannski verðt að taka það fram. Kitty var að hafa samband. Hann sagði að hann hefði mikinn áhuga á því og myndi gera þetta á sinnum 1,5 eins og hann horfði á Ozark seinni seríuna. Sinnum 1,5. Þannig að ég ætla að reyna að vera dálítið röskur í tali hérna. Nei, mér áhugavert að koma inn á það að Reykjavík eina sveitafélagið að þér virðist. Ég gat ekki séð betur sem að uppfæra virði fasteigna í þessari svokölluðu matsbreyting. Heyrðu, þetta búið að vera stórt mál undanfarna mánuði. Ok, well spotted. Og sko, það náttúrulega rosalegur munur á afkomu Reykjavíkur á milli A og B hluta. Og sko, þetta í rauninni A-hlutin var neikvæð afkoma upp á svona 3,8 milljarða. En svo A- og B-hlutin jákvæður 23,4 milljarða. Þetta alveg viðstönd. Þannig að hér bara, sko, hér munar 27 milljörðum, sko. Og það að mestu leyti rakið til þessara matsbreytinga sem voru einhverjir 20 milljarðar. Þá þetta í rauninni bara, mér skilst það að Reykjavík í rauninni uppreikni virði þessara fasteigna bara út frá markaðsvirði í dag. Og eins og við vitum þá náttúrulega fasteignir bara orðnir einhvers konar veltufjármunir, bara einhvers konar áhættu gjörningar, sko. Þannig að þetta búið að, þú veist, hækka langt umfram skynsamleg mörk. Þannig að þeir að njóta góðs af því þarna í Reykjavík. Allavega á rekstrarreikningnum. En þessar matsbreytingar koma í rauninni til frádráttar á sjóðstreyminu. Þannig að það telur ekki inn í þetta veltufé frá rekstri til hækkunar. En afskriftirnar enga síður eru rosalega háar, eða 21 milljarður. Og á meðan matsbreytingin er 20,5 milljarður. Þannig að þetta svona nánast núlar hvort annað út, sko. En veltufé frá rekstri í Reykjavíkurborg voru 26 milljarðar sem náttúrulega bara nokkuð vel að sér vikið og það má helst leiða einmitt þá til bara þessa þungu afskrifta, sko, sem eru þarna og matsbreytingar B-hlutum. Já, en eins og ég segi, þær koma til frádráttar í þessum útreikninga á veltufé frá rekstri. Okay. En það eru afskriftinnar sem að vega þarna þyngst 21 milljarð. Þannig að þú veist, þetta ágætis sjóðstreymi sem þau eru að fá þarna Reykjavíkurborg. Fínasta veltufé frá rekstri og þannig að eins og ég segi þrátt fyrir að hagnaðurinn sé að mestu litaður af þessum matsbreytingum sem að í rauninni skila sér ekki í formi, sko, penings í pingjuna, skilur, þá eru þá pingjan að stækka. Þá þetta einmitt út að það afskrifa svo mikið. Það bútasömmur á pingjuna þannig að hún verður víðari en það ekkert endilega meiri í henni. Nei, nákvæmlega. Takk fyrir þessa samlíkingu. Já. En þetta, með Reykjavík, við skulum kannski koma aðeins nánar inn á þetta á eftir, en ég ætla að fara yfir svona hæstu og lægstu gildi sem ég tók hérna fyrir. Ef þú hugsaðu það það, á hvað Reykjavík á þá mikið undir hækkun fasteignaverðs? Já. Þú veist, það bara getur litað afkomuna litar afkomuna þarna í B-hlutanum alveg svakalega, sko. En ég tók hérna fyrir skoða þessi 5 minni sveitafélög og svo Reykjavík í sitt hvoru lagi. En sko, hæstu tekjur, það náttúrulega Kópavogur, en það eru þau með flesta íbúa. Býttu nú við, hæstu, fyrir hinn 5, Reykjavík aðskilin. En Reykjavík hérna með 203 milljarða tæpa. Akkurat. Í tekjur. Lægstu tekjur Seltjarnarnes með fæsta íbúa, rúmið 5 milljarðar. Ok, meikar allt sens. Svo fór ég að skoða hérna tekjur per íbúa. Og það Hafnarfjörður efstur með rúman 1,1 milljarð. En Seltjarnarnes lægst með rúman milljarð. Miljón. Já, ég ætla að segja ekki milljarða. Ég fór að hugsa hvort að Bjöggi, Davíð í Unity og hann Robert Haraldur og fleiri. Heitir hann ekki Haraldur sem var í Twitter? Bueno.
Hvort er það bara allir plasera sig í Hafnarfirði þegar þeir seldu og það er bara milljarður per íbúi í Hafnarfirði. Þetta er 1,1 milljón í tekjur per íbúi í Hafnarfirði og rúm milljón í tekjur per íbúi á Seltjarnarnesi sem er lægsta gildi. Þannig að þú sér að þetta er 100 skall sem munar hérna á milli, hægsta og lægsta gildis. Þannig að þetta er allt voða svipað. Nú, útsvar per íbúi, þar er hæst Seltjarnarnes eða 705.000 krónur. Já, núna ertu komin inn að það sé skautin í áðan. Já, ok. Og Hafnarfjörður lægstur með 635.000. Þið skipta þarna stöðu sko. Það tekjur per íbúi er hæst í Hafnarfirði á meðan að lægsti á Seltjarnarnesi og útsvar per íbúi hæst á Seltjarnarnesi með lægsti í Hafnarfirði sko. Og hér eru náttúrulega bara að horfa á B-hlutana, þannig að það er eitthvað B-megin. Já, en náttúrulega útsvarið er í rauninni bara A-hlutin, en þetta er svona, þú veist, þetta er svona samantekt á A og B, en ég vildi hafa þetta inni líka. Já. Svo eru það hérna laun per tekjur og mér fannst eiginlega laun per tekjur? Nei, laun deilt með tekjum. Laun deilt með tekjum, ok. Og þar verð ég að viðurkenna að þar hérna skausti líka í A-hlutan út af því að hérna hér er að skoða bara laun bæjarstarfsfólks og miðað við tekjur og þar er Seltjarnarnes hæst með 60% af tekjum sem sagt í launagreiðslu til bæjarstarfsfólks og Garðabær með lægst eða 47%. Hér er Reykjavík samt reyndar hærri en Seltjarnarnes en ég segi ég vil hafa þá svona separate. Þau eru með 60,37%. Þannig að Reykjavík er í raun að borga þarna hæsta hlutfallið af tekjum út í laun og launatengd gjöld. Herðu, hæsta afkoman, það var Garðabær, 408 milljónir og hér er ég að skoða núna A og B hlutan saman. En svona, gaman sem að geta, það voru það bara Hafnarfjörður, það voru það bara hérna Garðabær og Kópavogur sem að skiluðu jákvæðri afkomi í A og B hlutanum. Þannig að, og þeir voru þar hæstir Garðabær. Og Hafnarfjörður stóð sér vest þar með 708 milljón króna halla og en svo þurfum við náttúrulega að skoða hagnaðar hlutfallið eða afkomu hlutfallið, þar var Garðabær með 2% rúm en Seltjarnarnes var með versta afkomu hlutfallið sem sagt miðað við tekjur, mínus 10,5% og þú veist. Menn mega vera á nálum þar. Já, svona það lítur út fyrir það, en til að bera saman þá var Reykjavík með 11,55% afkomu hlutfall í þessum A og B hluta. Þetta hefur ekki verið mikið rætt í þessum kosningum, en hefði klálega mátt skoða. Já, en þú veist, það er náttúrulega verið að tala um Reykjavík sem að það eigi að horfa frekar á A-hlutan, frekar en A og B, þú veist, þessi sé, bara eftir því sem verðist henda, sko. En þú veist, ef þetta væri öfugt farið, þá væri talað um að A og B hlutin myndi skipta meira máli, eða þú veist, hvernig sem þetta er, sko. En svo er það hérna veltufé frá rekstri. Þar er Garðabær með besta hlutfallið, 15,4% af tekjum. Á meðan að Hafnarfjörður er með lægst 4,13% og Reykjavík er með 12,88% af tekjum í veltufé frá rekstri sem að, ég myndi segja að væri bara nokkuð öflugt. Já. Og það er einmitt þessi heilagi kalekur sem að menn vilja tala um. Þannig er náttúrulega matsbreytingin sem að litar þetta. Hvernig væri það í hinum sveitafélögunum? Það er ekki matsbreytingin, hún kemur ekki inn í veltufé frá rekstri, hún er til frádráttar þar, sko. Já, þannig hún er inn í afkomunni. Hún litar afkomuna, en veltufé frá rekstri, þar eru í rauninni, sko, Reykjavík, þá eru þungar afskriftir í B-hlutanum sem eru náttúrulega að hækka. Það er, afskriftir koma ekki til frádráttar í sjóðstreymin heldur til álagningar. Svo er það hérna, skal ég eitthvað segja, skuldahlutfallið. Þar er Mosfellsbær og þetta er skuldahlutfall af eignum. Þar er hæsta hlutfallið Mosfellsbær með 74,6% skuldahlutfall af eignum og Garðabær situr hann að lægst með 52,6%. Reykjavík þó lægra 51,5%. Þannig að skuldastaða af eignum er bara til fyrirmyndar í Reykjavík að því virðist. Og hér eru að tala um að Reykjavík á eignir fyrir bókfærða 790 milljarða. Já, takk fyrir. Ekki satt.
Jú, og svo það náttúrulega gleymist líka að þau eru með Orkuveitan er náttúrulega og hún ein og sér eflaust verðlögð á einhverja 100 milljarða sko. Það er ein hel þykk gullstöng í Hengju Reykjavíkurborgar. Högnuðust 12 milljarði fyrra. Orkuveitan. Greitt út 4 í arð, 4 milljarða. Og Reykjavík á einhver 94% held ég af Orkuveitunni. Þannig að þau eru með góða eign þar. Já, en varstu með einhverja fabuleringu með þessa matsbreytingar hjá hinum sveitarfélögunum? Mættu hinn fara að gera þetta? Er það ekki bara trendi sem koma? Sko, mér skildist það á einu manni sem ég ræddi við að þetta væri ekki svona viðurkennd endurskoðun að gera þetta hjá sveitarfélögum. Það er náttúrulega, það sem búið að vera þannig að Reykjavík hefur gert þetta og er að gera þetta. Þannig að þú veist, það í rauninni einhverjum fleiri blöðum það að fletta en þetta náttúrulega eins og ég segi lita rekstrarreikningin. Hinn hljóta að fara að gera þetta. Þú veist, og Reykjavík væri í rauninni í bullandi tapi ef ekki væri fyrir þessar matsbreytingar samkvæmt rekstrarreikningi en að vísu þú veist, EBITDAn hjá þeim fín. Ég meina út af því að afskriftirnar eru það þungar. Þannig að þú veist, þetta allt leikur á tölum. Þetta bara, þú veist. Það það sem maður búin að læra á þessu geimi. Svo þetta til að bara loka þessari samantekt skuldir af tekjum. Þetta skulda viðmið, það Hafnarfjörður eins og ég tók fram á hann lægst með 149%. Garðabær er með hæsta hlutfallið. Hafnarfjörður, Garðabær er lægst 111% og þarna Reykjavík í 201%. Sem náttúrulega þungt. Það alveg monster þungt þarna fyrir Reykjavík að vera í þessu því að þetta það sem að sérfræðingar vilja oft svona hengja sveitarfélögin á. Já, af hverju ertu með svona miklar skuldir með að við tekjur. Þetta svona þú veist hinn heilagi svona næst heilagasti kaleikurinn í þessu eftir veltuféð frá rekstri sko. En ég einhvern veginn erfitt með að sjá af hverju þetta einhver álitlegri kostur í skuldalhlutfalli frekar en þetta venjulega hefðbundna sem að við erum bara með á fyrirtækjum skuldir af eignum sko. Það væntanlega bara því að við erum í einhverju leiðindageimi og þá búin til ný leiðindametrik. Hér bara búið að búa til einhvern leiðindametrik sko. En já, við erum svo sem ekki sérfræðingar í þessari stjórnsýslu þannig að ég það reyndar en ok. En svo það skuldir per íbúi. Það Hafnarfjörður stendur verst með tæpa 1,7 miljón á haus og Garðabær stendur best með rúmar 1,2 á haus. Reykjavík þarna langt meira heldur en þetta 3 milljónir á kjaft sem þungbært. Já, þetta loksins gerist eitthvað að viti við séum að setja þetta fram svona. Já, hér skil ég sko líka áhyggjur gagnrýnenda á Reykjavíkurborg. Því að, þú veist, hér erum við farin að sjá skuldir per íbúa því að ég meina íbúar eru tekjulindin, skil. Já, akkurat. Og þú veist, allavega í þessum alhluta, svo eru þau náttúrulega með, þú veist, auðvitað þessi fyrirtæki og annað, sko. En þetta svona, já. Þetta áhugavert. Þetta í hærrafallinu, sko. Já. En svo veltufjárhlutfalli, ég fór nú reyndar yfir það áðan. Það Hafnarfjörður stendur óvænt best með tæplega 0,9 en Kópavogur verst með 0,57. Reykjavík þarna, eins og ég segi, í rauninni standa þau best 1,44 í veltufjárhlutfall sem stórgott og ég sem mikill sérfræðingur skammtíma greiðsluhæfi myndi segja að þau væru í þokkalegri skammtíma skuldastöðu. Svo það meðalun bæjarfulltrúa sem við snertum á líka áðan. Þar Kópavogur, eins og ég nefndi, hæst með 11,5 miljóna kjaft og Garðabær lægstur með 7,7 á kjaft eða 7,8. Þannig að það heilvanlegast að fara í frambóð bara í Kópavogi. Ég líður ágætlega í Kópavogi núna. Já, það aldrei að vita um að sjá þig á lista. Nei, ekki séns. Þetta lítur alltaf út. En Garðabær, eins og ég segi, þau standa þó best að mínum mati en eru að greiða þarna lægstu launin. Þannig að þessi A og B samantekt svona, já, eiginlega bara búin hjá mér, sko. Eitthvað sem að þú last úr þessu? Klappið? Nei, bara. Það lifnaði við mér hann í lokin, maður bara...
dæmi einhvern dómgrindaskort hvað maður verið fljótur að týna sér í milljarðatalinu sko. en að sjá þetta pör íbúa það alveg bara Já, það einmitt, þú veist, það finnst mér skemmtilegu metrik sko. Og skuldir per íbúa eru hérna, eins og ég sagði, Seltjarnarnes er búið að vera hratt vaxandi í skuldunum þó eru þau nú ekki verst stödd. Við erum með tæpa 1,4 milljónir per haus. Já, svo það hérna með ársverkin, kannski í lokin. Voru við ekki alveg búin að verifæja þetta? Ársverkin, ég kíkti þarna á verkefnastjórana. Það auðvitað metrik sem þarf að skoða. Eina sem ég myndi flagga hérna sko, þegar maður lítur á A og B fyrir Reykjavík, þau túlka þetta stöðugildi. Já. Öll hins sveitafélögin sem ég hef séð tilgreina ársverk í ársreikningi. Þannig að mögulega 9.700 A og B Reykjavík, algjörlega það hæsta. Já. En ef þú lítur á tekjur per ársverk sem bara hneitt svo tekjur per starfsmann þá þetta alveg bara svona í játnum. Þetta nokkuð jafnt samt. Já, þannig að þetta ótrúlega jafnt. En Kópavogur og Seltjarnarnes lægstir hérna með einhver 18 milljónir og Garðabær efstir með 22 milljónir sem sett per. Og ég held að þetta bara rými við það sem við sáum í síðasta þætti. Bæjarfulltrúan á landsbyggðinni. Mér minnir að tekið per ársverk hafi verið í kringum 16-19 milljónir. Þannig að þetta er svona ágætis metrik á ákveðna hagkvæmni í rekstrinum. Garðabær er svona að skora best í flestum þessum kennitölum sem við erum að skoða sko. Já, gott að búa í Garðabær. Það nokkuð ljóst sko. Já. En svo það þessi verkefnastjórar. Hér erum við með Viljum við ekki kíkja aðeins á það? Jú, endilega. Við erum með hérna í Garðabæ, þetta ekki nema 10 verkefnastjóra, þannig að íbúar per verkefnastjóra eru 1840. Það einn verkefnastjóri á hverja 1800. Já. Þetta alveg lygilega lélegt. Já, þetta svona, við höfum séð það betra og til dæmis inn í Hafnarfirði, þar eru 27 verkefnastjórar og það eru 1100 íbúar per verkefnastjóri þar. Ég meina bara mitt fólk í Múlaþingi fyrir austan með einn á hverja 428, 16. Það eru fleiri verkefnastjórar á Múlaþingi heldur í Garðabæ sem að fjölga þessum verkefnastjórum. Garðabæringar bara taka þetta til sín. Svo Kópavogur, þar eru 25 verkefnastjórar eða 1559 per íbúa. 1559 íbúar per verkefnastjóra, vissulega. Svo það þetta Mosfellsbær sem eru, til fyrirmyndar í þessu, eða svona meðan við þetta. Það eru 12 verkefnastjórar og það eru 1085 íbúar per verkefnastjóri. Ég heyri þá þumalputtareglu að gott sveitafélagi með 1 á hverja 500. 1 á hverja 500, já. Þannig að ekkert sveitafélagi hérna á höfuðborgarsvæðinu kemst með tætnar. Það sem Austfirðingar hafa hælana. En svo fannst mér athugavert á Seltjarnarnesi að þar titlaður 1 verkefnastjórin á síðunni þeirra. Ég vil kannski, sko, nú ég ekki mikið, þú veist, ég elska Seltjarnarnes og allt það, ég verða að fá að lasta þau bara fyrir lélega heimasíðu með við aðra. Þetta alveg klálega innviður sem maður má fara að fjárfesta í, sko. Ef hún bara svo gamaldags og það svona erfitt að finna hlutið þarna inn á. Þetta svona 2005 fílingur yfir þessari vefsíðu, sko, meðan að hinn sveitafélögin allavega sem við erum að taka fyrir þættinum í dag eru í rauninu komin bara með heimasíðu til fyrirmyndar, sko. Er hægt að mæla með einhverjum, hann örugglega komin á fullt aftur hjá Eflingu svo sem að þar í vefsíðumálum. Já. Þú kannski að fá hann. Já, þú veist. Fá hann í verki. Hann skilaði á sér ágætis verki síðast og var bara billegur. En ég á bátt með að trúa að það sé bara 1 verkefnastjóri á Seltjarnarnesi. Ég á alveg stórlega bátt með að trúa því. Já, ég meina, það bara fallengun. Já. En þetta þá þetta bara 1 og þá þetta bara 420 íbúar per verkefnastjóri. Já. Það nóg að gera hjá þeim verkefnastjóra. En svo ekki hér upp stóru augu og sé af hverju ég bý ekki í Reykjavík. Já, það eru 9 verkefnastjóra titlaðar á síðunni. Já. Og eitthvað gruna með að undir þessum 9 verkefnastjórum séu aðrir 5, sko. Þú veist, undir hverjum, sko. En þetta eru þá 15.000... Þetta ekki eins og grátbroslegt, sko. 15.075 íbúar per verkefnastjóri, sko. Þetta næru alltaf prómil. Hér nóg að gera. Af 9.700. Já. En já, þetta nú svona bara til gamans gert en við mælum klálega með því að þessi sveitafélög sem við erum að taka fyrir henni í dag fjölgi verkefnastjórum. Já, ég meina, ef að dagur ekki að kveldi komin, þá mætti fjórfalda þessa tölu bara í sumar. Alveg lágmark, sko. Já. En, herðu, annars bara hef ég lokið þessari samantekt. Ég myndi segja, þú veist, einhvern veginn að þetta sé dálítið svona
svona Hafnarfjörður og Seltjarnarnes einhvern veginn eru sko Hafnarfjörður í verri stöðu bara gjörsamlega fókt. Seltjarnarnes, ég hef áhyggjur af bænum mínum, þetta er svona á leiðinni virðist vera út frá tölunum í einhvers konar hafarí sko, en ég held að það sé óætt að segja það að Garðabær standi hérna best af þessum 5 sveitafélögum sem við tókum fyrir. Reykjavík náttúrulega kannski ekki alveg svona samanburðarhæf með þessu, en vissulega kom mér samt á óvart að þetta veltufé frá rekstri hjá þeim þau eru bara að skila nokkuð öflugu veltufé frá rekstri. Já. Og eru með þarna í rauninni lægsta skulda hlutfallið í A-hlutan af öllum þessum sveitafélögum, þó með hæsta í A og B saman. Og en svo er það líka ef við tökum skuldir af eignum þá er Reykjavík í toppmálum í rauninni með besta hlutfallið af öllum þeim sem við tókum fyrir í dag. Veltufjár hlutfallið, sem sagt skammtíma greiðsluhæfi, best hjá þeim líka. Þannig að sko ég veit nú ekki alveg hvort að það sé svona ástæða til þess að vera kannski eins svartsýnn og margir að tala á netinu fyrir hönd Reykjavíkur. Þau eru vissulega með 3 milljónir í skuldir á haus per íbúa, sem er vissulega ágefni auðvitað, því að íbúar eru auðlindin sko. Þetta er bara 3-faldur yfirdráttur hjá Binna í bankanum. Já. Er það ekki? Sér það, ég held að, já, hann hefur nú ekkert útlána heimild í þetta. Jú, er ekki yfirdráttaheimildin alltaf, ég þekki ekki, ég hef einu sem tekið yfirdrátt, það eru 3 ár síðan þegar ég var að klára íbúðina. Ég held ég að fengi max 1 milljón, minni mig. Að það? Já, en Var það í gegnum Binna? Nei, jú í bankanum, Binna í bankanum, já. En ég hugsaði mitt sko, þau eru örugglega að fara þessa leið, þau eru með 1 yfirdrátt frá Binna í bankanum, svo eru með smálán fyrir rest. Það er skuldastæða Reykjavíkur í dag. 3 milljónir per íbúa, það er yfirdráttur og smálán. Sem ég man, ég talaði hérna laun Dags B. Eggerts væri 2,1 milljón á mánuði og það stemmir nákvæmlega við upplýsingar sem ég hef úr ársreikningnum. Svo finnst mér gaman líka að skoða hérna, það eru fjöldi bæjarfulltrúa í Reykjavík eru 21, það eru 22. Akkur skrifa ég 22 það er held ég 21 með degi og hérna fakttjekkaði fyrir mig bara svona á meðan við býðum en svona meðan við það þá eru laun og launtitt gjöld bæjarfulltrúa og stjóra samtals 289 milljónir sem gerir hæstu meðalaun sem sagt af öllum. Við fórum yfir þetta áðan hérna að Kópavogur væri með 11,5 milljón á haus. Þá vorum við náttúrulega bara í samanburði við hinn minni sveitafélögin en Reykjavík er með 13,1 milljón á haus og það gerir á mánuði 1,1 milljón að meðaltali. Já sko, til að toppa þetta þá eru samkvæmt þessu hérna 23 borgarfulltrúar. Já, það er 23, sagði bæjarfulltrúar. Borgarfulltrúar, segi. Veistu hvað eru margir varaborgarfulltrúar? Já, þeir eru slatti. 23, já. Þetta... Já, herri, nú sé ég hvernig ég set upp. Þetta eru 22 borgarfulltrúar og svo 1 bæjarstjóri, 23. Já, ég bara nenni ekki að fara yfir þetta. Ég man, það var einhvern tímann bent á einhverja stórborg í Evrópu sem var með 9 eða eitthvað og þetta er alveg lygilega hátt, en so be it. Ég Reykjavík, ég get ekki verið með það sama. En herru, þú ert með svo einhverja bónusupplýsingar. Herru, já. Þú ert með kjördag, þú ert með dagskrá hérna flokkana á kjördag. Já, og matseðil. Ég gafst upp fyrir sjálfum mér. Ég ákvað að fara ekkert út í þessa djúpulaug ásetningana. Nei. Við tölum það í síðast þætti að við værum eins og værum að drukkna í grunnulauginni. Við skulum bara hafa það þannig. Ég drukknaði í grunnulauginni. Og ákvaða að nefna ekki eina tölu í þessum þætti. Já, ég er runni líka. Mér finnst ég samt að hafa náð að koma svo ágætlega frá mér einhvern veginn. Já, þetta er bara flott. Ef ég væri fyrsti kaupandi þá var ég leiðin í Garðabæ. Hvernig stóð Mosó samt? Mosó bara laga? Hvað áttu við í vesturfjörð frá rekstri þá? Sveit í borg dæmi. Áttu við skuldir per íbúa eða? Já, bara svona heilt yfir. Mosó, jú, bara svona skítsæmilegt einhvern veginn. Bara svona í meðaltali sko. Já. Og rannsóknarspurningi sem við vorum með í byrjun var að geta svarað þessar spurningu hvað er rétt í rekstri Reykjavík borgar. Ég var að segja A eða A og B. Ég ætla bara að gefast upp á því. Já. Og við ætlum að svara hinni hliðar rannsóknarspurningunni. Hvar verður besta kaffið á kjördag? Já. Þannig að ég hringdi í flokkana, þessa 5 helstu, og setti þau í gegnum brauðtertutestið til þess að komast að því hvar verða brauðtertur á laugardaginn. Þannig að fólk geti sem sagt farið og kosið með bestu brauðtertunni. Það eru margir sem að
eins og ég hafa eiginlega engan áhuga á þessu og kjósa bara eftir veitingunum. Já, við kjósum bara eftir bestu brauðtertunni. Og ég get sagt það að hérna miðflokkurinn í Kópavogi og Reykjavík búinn að lofa brauðtertu, þau lofa marens, súkkulaðikökum, salatum og keks. Og svo hægt að geða sér á kleinurringjum. Þetta loforð frá þeim. Herðu, miðflokkurinn bæði í Reykjavík og Kópavogi. Kleinurringir. Ég hringdi í Gauta Skúlason, Seyðfirðing og kosningastjóra Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Hann eiginlega sló mest í gegn. Því að hann sagði mér, Ingu, við erum með hnallþórur. Hann hendi beint í hnallþórur. Ég veit ekki eins og hvað það er. Hann var með upp á 10. Nú er ég að googla það. Já, ég var einmitt, hvernig hnallþórur? Og hann sagði, kannastu Efurlaufi? Ég sagði, já, þarna matablokkarinn. Já. Þá veistu hvað hnallþórur eru. Já. Þetta bara svona marens og... Já, þetta svona eiginlega marensterta, sko. Í botninum oft 4 eggjahvítur, 2 dl af púðursykri og 2 dl af sykri. Aðferðin sem hann talaði var að stilla ofnin á 110. Þeir setja bökunarpappír á opplötu og þeita eggjahvítun og bæta sykri við, smá saman í skömmtum. Það er bara nægir mér, sko. Já. Hann nefndi hnallþórur, íslenska pönnukökur. Það verða brauðtertur á plani, eins og hann sagði. Já. Og ég þekki það ekki, það eitthvað svona hafnfyrst. Hann sagði það verða á plani. Ok. Það verður boðið upp á kaffi. Og ég var líka sko brauðtertutestið. Þau eru að standast brauðtertutestið, en þau eru ekki að standast spíratestið. Það verður ekkert áfengi? Nei, hann sagði sko kosningavakan kvöldið og þá munir Hafnfirðingar fara við fyrstu tölur í kosningavöku hérna niður fyrir því. Svo ætlaði að rölda á 4 krónu og halda kosningapartí þar. Þannig að þú veist, verður boðið upp á drykki þar eða? Nei, ég held ekki. Kannski skot fyrir einhverja ef það gengur vel. Heyrðu, þannig að þau standast brauðtertutestið en falla á spíraprófinu. Næst var Sigrún sem hérna í Framsókn í Kópavogi. Hún talaði að það nóg af brauðréttum hefðbundnar tertur. Hún sagði, og við tókum sérstaklega fram, hún sagði bara, Yngvi, það verða ekki óhefðbundnar tertur hér. Hún sagði hefðbundnar tertur. Dæmi hver fyrir sig. Já, það verða snittur, sennilegast með íslensku hangikjöti en margt annað sem kemur til greina. Íslenskar pönnukökur, tók það fram. Þau eru mjög mikið að segja íslenskar pönnukökur. Svo verður kosningavaka á þeim kvöldið. Reykjavík, Garðabær og Kópavogur ætla að koma saman í Kópavogi. Hinum ekki boðið. Og þetta í Framsókn? Já, þetta Framsókn. Og svo tókum það fram að það verður kaldra á krana og Blikaleiknum á miðvikudag. Þar sem að Willum og Orri Oddviti verða með rútuferðir frá Spott í Smáran. Svo kvennakvöld á 50-daginn. Kríla morgun og Brassir í Kársnes á föstudag. Þetta alveg prógramaður. Já, og til að toppa þetta allt, það mæti Keisarinn á laugardag. Sigur Ringi þá? Já, Sigur Ringi náttúrulega margir í Framsókn kalla hann Keisaran. Það voru að vísu ekki hennar orði, ég ætla ekki að leggja það í mun. Eða þumal Ringin. En ég spurði, mæti Keisaran á laugardag og hún sagði, Sigur Ringi mun mæta á laugardag. Ég var svo sem ekkert að ganga á hana hvort það einhverja myndatökur eða annað, það sem verið að halda á fólki. Það mun sennilegast ekki tíðkast þarna. Nei. En getur verið góð djók. Viðreisn í Kópavogi, heyrði í Leo Péturs, hann nágranni minn hérna í Sunnursmárunum. Sannast við hann. Nýji miðbærinn og ef fólk elskar að fara í Facebook-kópa þá erum við með Facebook-kópin Nýji miðbærinn sem er fyrir okkur sem búum hérna í nýja miðbænum. Leo í Viðreisn, ekki? Jú, hann var á 5. sæti. Ansi hentugt af þeim. Þau eru með kosningakaffi í bíla-apótekinu hérna niður frá. Það verður frá 11:05 og hann sagði bara hlaðborð allan daginn. All you can eat. Já. Hann lofaði með brauðtertum og það hefur ekkert verið rætt að bjóða upp á neitt spíra yfir daginn. Frú Þorgerður, það von á henni eitthvað yfir daginn. Drottningunni. Já, svo fengum við upplýsingar frá sjálfánum og þetta leit ekkert út með sjálfana. Ég var ekki að fá góð svör með hvað í boði en svo fekk ég hérna bara sendt í caps. XD með brauðtertur, marenstertur, allt heimabakað og langbest að koma við hjá okkur í Garðabæ. Þannig enn og aftur Garðabæingarnir að skora. Það góðar í Garðabænum, þannig að þau eru kannski bara að taka þetta á sig eða? Já, og talaðum að flottasta kosningakaffið alltaf í Garðabænum. Þannig að svona og brauðtertur, hann lofaði að sjálfsögðu brauðtertum. Þannig að ég myndi segja að þetta líti bara mjög vel út fyrir kjördag. Það allt í játnum. Ég verð að segja að þetta með að við, sko, ef ég ætti að velja það besta úr þessu, þá er það klálega Framsókn. Þetta alveg prógram bara alla vikuna. Já, og hún var alveg með þetta á hreinu, segir hún er held í öðru sæti í Framsókn.
Hínir voru svona, reynda Gauti var líka góður, hann hendi beint í Hallþórur, hann var með það og braut eftir á plani, hann var með það alveg upp á 10. En það segir góðu segir en hann, Sigrún eiginlega svolítið stóð upp úr, svo var hann með alla aðra dagskrá í kringum þetta líka, sko. Já, nákvæmlega. Og það náttúrulega, þetta toppaði þetta ef að keisari mætir, ekkert margir sem eiga að mynda sig með honum. Ég segi það. Nei. Ég eiginlega nenni ekki að fara yfir meira í þessu, ég var með bestu kosningarloforðin. Ég breytti þeir eiginlega bara í bestu titill á frétt. Ég sá hann Guðmundur Odduti í Hafnarfirði á Samfylkingunni var með stöndum vörðum Hafnarfjörð. Ég var alltaf gaman hann svona að rímurum. Þannig að hann svona limra. Já, limru kóngur þarna í Hafnarfirði. Verstu. Ég held að það sé, þú veist, það nöðsilegt að standa vörð Hafnarfjörð. Já. Miðað við þessa yfirferð okkar núna. Akkurat. Með verstu, og eins og ég segi, við erum svona frekar flokksbundnir í öllu þessi, þannig að maður ekki að nagga inn einum flokk, sko, en ég bara kýst það sem líst á bestu sinni. Já, ég ekki sveitastjórnarkosningar svolítið svona persónukjör. Fyrir mér náttúrulega versta í þessu öllu hjá þeim eiginlega öllum að þeir setja ekki mælanleg markmið og þeir meða bara fara til fjandans. Eins og þeir sagt við ætlum að bæta þjónustu. Værirðu þá til að setja fram hvað þjónustu í dag og hvernig þú ætlar að mælanlega bæta það með þínum 4 árum? Við viljum umhverfisvæna borg. Við viljum betri borg fyrir íbúa. Allt svona þoli. Þetta óþolandi. Þetta ekkert sérlega frumlegt. Nei, og þetta svona það sem þeir mega öll taka til sín. Að þau geta í rauninni ekki sýnt fram á hvernig þú ætlar að bæta eitthvað, þá mega þau bara sleppa að setja fram fyrir mér. En það nú sennilegast ekki það sem hentar í þessu. Einhver að bjóða upp á Dominos pítsur? Nei, við þurfum að heyra í Ása með það. Já, það bara flokkarnir og við kannski komum inn á það og okkar þriði samstagsæðili núna. Það að sjálfsögðu Domingos og það þriðjudagstilboð í dag. Það þriðjudagur. Þannig að það eitthvað sem ég gæti ekki mælt meira með. Ekki á þriðjudegi? Nei, ég meina ég hef lifað á þriðjudagstilboðum núna heilengi. Já, þetta bara. Og þetta náttúrulega ítir undir Harry BMI stuðl og sem allt gott og vel. Stuðlar að verðhjöðnun í okkar pingjum. Í rauninni? Já. Því að þau ætla ekki að hækka verðið með... Nei, og hafa bara ekkert gert það. Nei, þau standa með okkur og við stöndum með þeim. Þau eru rauninni til lækkunar á vísitölu neysluvers og við kunnum þeim bestu þakki fyrir það. Bestu. Og sömuleiðis fyrir samstarfið. Þannig að ég ætla að koma samt með 2 bara til að loka þessu. Verstu, ég ætla að henda viðreisn í Hafnarfirði fyrir rútuna. Þau vilja búa til app fyrir hafnfirðinga til að sækja þjónustu. Og ég hugsaði bara í hvaða miðaldra heimi er betra að sækja eitthvað hjá sveitafélaginu gegnum app versus það að vera bara með fínan umsóknarvef. Og mér finnst þetta allra heimskulegasta kosningalofur sem ég hef séð. Þetta er þú veist. Og auðun með einu enni er náttúrulega app óður, sko. En það þarf bara að fara áttur sig því að venjulegt fólk nennir ekki fleiri uppum í síman. App er eitthvað sem er bara svona þar sem þú ert að fara að heimsækja 15 sinnum á dag. Ég meina þú átt að sleppa því. Panta pizza og Dominos 2 í viku, þá ertu með app fyrir það. Já, þú veist, já. En hvað ert þú að gera í Hafnarfirði? Þannig að þú þurfir að vera með app í símaninu til að sækja einhverja þjónustu. Þetta er allra heimskulegast sem ég nokkuð tíma síðan. Og ég vona að frú Þorgerður taki það til sín. Þetta var ekki sniðugt. En kannski er svona mikið að gerast í Hafnarfirði á þurfir app til þess að vera interakta. Ég meina þú er með keldun í appi út og ert þar daglega, sko. Heyrðu. Og svo var svona sem við nefndum með Sjallanæri Reykjavík með þetta loka útspil að henda leikskólakrökkunum á grunnskólastíð. Já, 5 ára sem foreldri þá var mér alveg sama en þetta hljómar eins og eitthvað örþriðaráð svona í lokin. Já, fyrir mér hljómar þetta samt eitthvað sem að þau hafa bara ekkert valda á eða þú veist. Já, ég sá reyndar að sveitafélögin hafa einhver völd yfir leikskólamálunum en það eru svo margar aðra lausnir við þessu að opniði bara á engaðal að vera með leikskóla eða útlutiði fleiri lóðum eða hækkiði launin eða ég veit ekki, þetta er bara gerið eitthvað? Já, en burt sér frá því, það voru mörg heimsk lofur sem eru búin að koma. Já, það fylgir þessu. Það er verst, eða svona bara slæm. Það er alltaf hafsjóra fáránlegum loforðum, sko. Já, en að lokum þá bara eru við leiðilegu nöldrarnir og þökkum þeim sem að nenna að vinna í sveitarstjórnarmálum fyrir okkur. Já, klálega. En þið verðið að vanda ykkur. Já, en það þarf einhver að vera í þessu. Já. En ég meina það er fínt upp úr þess að hafa, það er nokkuð ljóst eftir yfirferðina. Það er góð laun í boði. Já. Fyrir þá sem hafa áhuga á þessu. Ég bara, þú veist, ég treysti
þú veist, stjórnmálafólki bara ekkert upp til hópa, sko. Nei. Þetta kemur fram í einhverjum auglýsingum og lofar öllu og svo aldrei neitt gert og maður einhvern veginn fann að átta sig á því meira og meira með aldrinum bara að þetta alltaf svona. Fyrir einhverju einustu kostinga. Svo alltaf skrifað undir eitthvað bara að loka metrónum og svo bara bjóða sig fram í næsta og við ætlum að gera þetta og þetta og þú veist, þessar auglýsingar sem í sjónvarpinu og þetta bull, sko. Guð minn almáttugur, sko. Ég kom með svo leið af þessu. Já, ég fegin að við erum hérna nálgast loka metrónum sem sveitarstjórna þáttum fyrir þá sem mennar að hlusta. Fyrir þá sem að nennar standa í þessu, bara takk fyrir ykkar þjónustu, sko. Föstudagskaffið verður geðveikt. Ég treysti ekki helmingnum að ykkur. Já, næsti ársreikningaþáttur. Hann verður að vera sprengja. Við lofum sprengju þar. Það er ekki spurning. Já. Heyriði, þá ætlum við bara held ég að loka þess í dag. Já. Við segjum bara, það er náttúrulega Eurovision líka á laugardaginn. Það er kosningar og Eurovision. Þetta er risa laugardagur og úrslit FA bikarsins Chelsea-Liverpool. Þannig að það er veisludagur á laugardaginn. Við viljum bara bara vona þið njótið helgarinnar næstu og muna að kjósa rétt og kjósa þeim sem þið treystið. En það er ekki einhvern veginn bara fínt að loka þess á því. Nei. Kjósið með bestu brauðtertunni. Já, alveg rétt. Það er mitt motto. Alveg rétt. Heyriði, við þökkum þá kærlega fyrir okkur í dag aftur að vikuliðinni. Já. Blessuð. Takk og bless.